Hello again. Við hittumst, now we meet again. Alltaf gaman að sjá ykkur aftur, samt ég ykkur ekki. En alltaf leið, heyrðu, það kafli 5 og það hluti 5. Komið svolítið langt. Vinna og orka. Þetta næst síðasti hluti af þessum 5. kafla. Þessi stuttur, sjáðu kannski hérna niðri. Þetta ekki marga mínútur. Ætti ekki vera. En við dembum okkur í þetta, hellum okkur í þetta. Næsta klara. Þannig að við erum að tala varðveislu orkunar. Ennþá. Og sum af þessar orku hún virðist tína, hún náttúrulega tínist ekki alveg en virðist tínast, hún fer þá bara í eitthvað annað orkuform. Við vitum hérna að það er til raforka, kjarnorka, varmaorka, efnaorka, það er alls konar orkuform. Og það sem að gerist þegar að orkan fer úr einu formi í annað, að þá er vinna framkvæmd. Þetta er akkurat það sem ég var að segja daginn á töflunni, að vinna er ekki bara þessi jafna F sinnum S, kraftur sinnum færsla, heldur líka breyting á orku, breyting á til dæmis hreyfiorku. Þegar bætist við hreyfiorku eða minnkar við eitthvað annað, þá er einhver vinna sem er framkvæmt. Og þannig verðum að sjá það. Og ef við tökum til allra orkuforma, þá getur við sagt að heildarorka lokaskerfis er alltaf varðveitt. Hann getur tapast úr einu formi, hann fer bara í annað form í staðinn. Og ef hann fer í svokallega ógeimna krafta, það er að segja ef þetta fer í til dæmis núning, tapast þannig, að þá það fór samt í annað orkuform en þá er til dæmis í varma eða eitthvað slíkt. Hérna er þessi klæri það, hún fer breytt í varma, hljóðorku eða aflögunarorku, það er að segja ef eitthvað hlutur til dæmis dettur niður, þá breytist stöðorkan í hreyfiorku og þegar hann dettur niður á gólfinu þá til dæmis eyðilegst eitthvað, afbjargast eitthvað eða þá heyrist hvellur og það kemur eitthvað varmi og þannig raun og veru tapast innan gæðslega orkan, hún tapast ekki, hún bara fer úr því formi sem við vorum með og í eitthvað annað form. Ok, tökum sýnidæmi á þetta. Tökum sýnidæmi eftir þetta hér, þetta er náttúrulega smá uppskrift aftur hvað við ætlum að gera til þess að leysa dæmi með svona orku og varðveislu orku með ógeimnum kröftum, það er að segja afsakið, ég hef verið svolítið hásaftur. Þegar til dæmis núningskraftur verkar líka. Hvað gerist þá með varðveislu orkunum? Hvernig getum við þá að reikna dæmi? Hérna er þessu uppskrift, teikna skýringamynd, þetta er eiginlega alltaf númer 1, alltaf að teikna mynd. Afmarka kerfið það sem orka varðveitist og við getum lesið þetta, ég ætla ekki að fara að lesa þetta fyrir ykkur en þetta er hér og við ætlum að taka sýnidæmi þar sem ég ætla að nota bara hvert skref fyrir sig í sýnidæminu. Þá kannski kemur þetta líka betur í ljós. Hér kemur það er rússíballinn okkar og hann er 40 metra hár miðað við þennan hérna punkt, hérna er 40 metrar upp og hann hérna rennur af stað bara af þyngdarkrafti og hann rennur á verið hraðar, hérna er hraðast. Svo fer hann upp brekkuna og hægist á sér, þangað til hann fer ekki hærri en 25 metra upp. Svo hann hafi byrjað á 40 metrum. Við veitum líka að hann vegur 1000 kíló. Og spurningin er, hver er meðal núningskraftur á vagnin? Það er að segja, á allan þann tíma er einhver kraftur sem er að bremsa núningskraftur. Þangað til hann stoppar hérna og hann hefur tapað orku sem samsvarar mismunar þessari hæð í stöðuorku. En við skulum skoða þetta og setja þetta upp í jöfnu. Og einmitt það sem ég var að segja, við fylgjum þessum skrefum. Skref nummer 1 var að teikna skýringamynd, hún bara komin hérna, skýringamyndin er bara að við erum með vagnin hérna uppi, hann fer hérna niður, endar hér, byrjar í einum, endar í 2 rauninni. Afmarka kerfið, vagnin er kerfið sjálft og hérna vagnin er kerfið, eins og ég var að segja og kraftarnir sem verka á sem framkvæmvinn er þyngdarkraftur og núningskraftur. Við erum aðeins samt að tala þennan núningskraft. Kemur ljósa eftir þegar við setjum jöfnuna. Uppáhalds og lokastæði það er búið að setja 1 og 2 hérna, það er það sem er að gefa okkur vísbendingu það byrjar hér og endar hér. Þannig við erum búin að skrifa þetta, vindin er bara tilbúin skiljið. En þetta er einhvað sem það þarf að gera. Svo
er viðmiðunarkerfi. Það er setið hérna niður í. Það er bara auðveldast í rauninni. Segir bara að hérna upsilon er 0 hér og þá er upsilon 40 hérna og það er 25 hér. Okay. Og þá notum við lögmálið varðveislu orkunnar. Núningur virkar á vagnin, alltaf á móti í hreyfistefnunni og þá setjum við upp þessa jöfnu að svona reyna að skilja hvað stendur hérna. Hérna stendur að þetta er hreyfiorkan í byrjun. Allt sem er vinstra megin við, allt sem stendur hérna er í punkti nr. 1. Og þar er hreyfiorkan 0 og hér er þá stöðuorkan M sinum G sinum H. H er þá 40 með þennan hérna punkt. Og svo er sama sem, þá er aftur 0, af því það er hreyfiorkan er aftur 0 hér, hann er komið stopp hér. Og stöðuorkan þar, sem er M sinum G sinum H er þá 25 metrar. Svo bætist þetta hérna við. Þetta er núningskrafturinn, hérðan og hingað, meðal núningskraftur, rauninni. F sinnum S í rauninni. Núna kemur þetta F sinnum S sem bara inn í þessa jöfnu. Af því það er svona svolítið neikvæð vinna sem að var að framkvæma. Þetta er það sem að vantar upp á. Því við vitum að þessi stöðorka, M sinum G sinum þessi hérna 40, er svona miklu stærri heldur en M sinum G sinum 25. Hvað er þá restin? Hvert fór restina af orkunni? Hún fór í þetta hér. Hún fór í núningskraftin sinnum vegalengdin sem hann þurfti að fara á. Og þessi 400, ég kannski sagði það ekki áðan, heildari vegalengdin þangað nemur 400 metrar. Það er að segja hérðan og hérna niður og hingað upp eru 400 metrar. Þannig að þessi kraftur er þá bara kraftur sinnum 400 metrar. Þetta er vinnan sem að núningurinn er að framkvæma. Og hann bætist hérna hægra megin við til þess að þetta sé í jafnvægi. Núna getum við fundið hann. Hver er meðal núningskrafturinn? Það er hann sem við erum að finna. Allt hitt er þekkt. Einangra fyrir F núna. Þannig að það er ekki sem sett upp. Þetta er bara að reikna hérna. Þetta og svo bara mínus þetta hér. Og það sem kemur út því deilum við svo með 400 til þess að fá F núna. Ég vona að það kunna allir. Ég veit að sumir eru alltaf að vesenast með þessa algebru. Að geta einangra einhverja stærð í einhver svona stóru jöfnu. Það á ekki að vera neitt vandamál. Ég verða að treysta okkur að kunna það. Allavega þið geta reiknað þetta sjálf. Útkoman á að vera 370 Newton. Og þetta er alltaf sumt. Við erum bara búin. Við skoðum næst þá, þannig hérna þetta er síðast hlutin af 5. kaflanum fyrirlesturins og þetta eru dæmi sem var að reikna úr þessum hluta. Ég sé bara takk fyrir mig og við sjáumst bara næst.